Já, núna ætla ég aðeins að fara yfir tímadæmi 3 og hér hefur við hluta af stýrirás fyrir Unit Johnson transistor. Hérna T1 er svokallaður Unit Johnson transistor og við höfum þrjú skaut á honum. Það er emitterinn hérna vinstra megin og svo höfum við skaut sem er kallað B1 og B2 og við sjáum það hérna í bókinni að B1 er hérna niðri og B2 er hérna ofar. Svo að við fáum spennu inn á emitterinn hérna vinstra megin frá þétti sem hleðst upp og þegar við höfum náð ákveðinni spennu þar, þá byrjar transistorinn, Unit Johnson transistorinn að leiða milli frá emitter og yfir á B1 og B2 hann gefur okkur hérna vinnuspennu fyrir transistorinn líka. Svo að við höfum hérna þessa spennu þegar að Unit Johnson transistorinn byrjar að leiða, hana köllum við brotspennu Unit Johnson transistorins. Þegar að spennan á emitternum er komin upp í vissa spennuhæð, þá byrjar hann að leiða og það er kallað brotspennan. Og en við skulum halda áfram hérna með bara þetta dæmi hér. Við erum ekki að spá akkurat endilega í þennan transistor hérna í þessari fyrstu spurningu, heldur það er raunin bara verið að spyrja þetta viðnám R2 og C1. Það er raunin verið að spyrja hversu mikla seinkun er hægt að fá með þessum tveimur íhlutum hérna. Og en hins vegar er brotspenna Unit Johnson transistor, hún er valin þannig að hún passi við spennu samkvæmt tímastöðlunum. Og það er ekkert gefið upp varðandi þennan Unit Johnson transistor, enda við þurfum ekki á því að halda akkurat núna. En hér reiknum við út með formúlu fyrir tímastöðul hversu langur hann er miðað við þessar stærðir. Sem sagt, viðnámið er 220 kg, margfaldum það sinnum stærð þéttisins, R sinnum C hérna, sem að stærð þéttisins er 0,1 mikrofarad, það er 0,1 sem 10⁻⁶, og þá fáum við það að þessi rás getur haft seinkun upp á 22 millisekúndur. Sem sagt, tímastöðull þessar rásar í hámarki er 22 millisekúndur og það þýðir í rauninni það að við getum notað þessa samsetningu hérna af þessum tveim stæðum til þess að stjórna því hvenær við fáum stýripúls við hérna stýrirás þar sem við erum að stjórna tímanum alveg frá 0 til 360 gráður, því að 20 millisekúndur samsvarar heilli sveiflu í 50 riða kerfi og þannig að 20 millisekúndur þar samsvarar 360 gráðum. Svo að þetta dugar, þessi seinkun dugar alveg til að stjórna rás frá 0 til 360 gráður í 50 riða tíðni. Nú, næsta spurning hérna í dæmi 2, við að segja frá hlutverkum íhlutana D1 hérna á þessari rás hér og R1, það er fallmótstaðan hérna og síðan R5, það er þessi mótstað hér sem er tengt við stýriskaut týrstórsins. Svo að hlutverk D1 er að afreiða spennuna til þess að fá jafnstraum fyrir stýrirásina. Þessi D1 afriðar spennuna hérna frá innkomandi spennu hér, riðspennu, til þess að fá jafnspennu yfir stýrirásina. Svo getum við látið stýrirásinu virka. Síðan er spurt
hvað er hlutverk R1? Það er sem sagt að hlutverk R1 er að verja sennadíóðuna D2 fyrir ofmiklum straumi og þessi R1 hún fellir í rauninni afganginn af spennunni yfir sig en 0,7 volt hérna falla yfir díóð 1 og 5,2 volt falla yfir sennadíóðuna hérna D2 þannig að afgangurinn af spennunni fellur þá yfir R1 og eins og áður segir semst að þá takmarkar hún strauminn sem fer hérna í gegn þannig að D2 skemmist ekki og síðan er sem sagt þetta er svo spennuhæð það er 93,1 volt sem að fellur þá yfir R1 hérna notum við formúlu fyrir hálfbylgju afriðum við deilum með 2 í 0,9 sinnum virkagildi spennunar inn sem er hérna 220 volt og drögum svo frá spennuna 5,2 volt og spennufalli yfir díóðuna 0,7 volt og það er spurt hérna sem sagt skiptir máli fyrir stærð spennufallis hvenar tíðarstjórinn kveikir þetta á við í rauninni þessi útrengur á þessari spennu á meðan við erum að bíða eftir stýripúlsinu þannig að þetta á við meðan að engin straumur fer í gegnum tíðarstjórinn og en þegar að púlsinn kemur hérna inn á tíðarstjórinn þegar að hérna þessi spenna er búin að vera svolítinn tíma 93 volt yfir R1 að þá er þéttirinn búin að hlaðast upp í brotspennu ionutengningstransistorsins ferla eftir hvenar við hvaða stillingu R2 er ef að við stillum á mjög hátt viðnám þá var þetta spennufall yfir R1 til langan tíma 93,1 volt en þegar við fáum spennuna á þéttinu komin upp í brotspennu ionutengningstransistorsins þá fáum við púls hérna inn á stýriskautið og við þá opna T2 og þá fellur þessi spenna hérna öll spennan yfir stýrirásin og allt saman og R1 niður í nánast mjög lága spennu eða það bil 1,5 volt í heild yfir T2 yfir tíðarstjórinn. Þegar hann er leiðandi þá fellur hann yfir það bil 1,5 volt og öll spenna frá spennugjáfanum fellur þá í því augnablikki yfir álagið þar til að reiðspennan fer aftur í gegnum 0 punktinn eða fellur niður í 0 volt í reiðbylgjunni. Nú, fjórða dæmi hérna við höfum að teikna spennu yfir peruna eins og hún lítur út þegar mótstaðan R2 er stilt á 44,4 kílóum og síðan spennan er 5,2 volt. Við þurfum fyrst að finna út úr því við hvaða gráðu kemur stýripúlsinn. Ef að viðnámið R2 er 44,4 kílóum þá þurfum við að leggja líka stærð R3 við sem er 5,6 kílóum það er svona öryggismótstaða og heildin að þessu gefur okkur 50 kílóma heildarviðnám R2 og R3 ræðtengt og þá getum við fundið út tímastöðul rásarinnar eða hvenar spennan er komin upp í 63% af 5,2 voltum hérna og þá margfölduðu saman 50 kílóomin og 0,1 mikrofarad þéttisins og fáum að tímastöðullin er þá 5 millisekundur og 5 millisekundin samsvara 90 gráðum 90 gráðu opnunarhorni því að 20 millisekundur er heil sveifla 10 millisekundur er hálf sveifla þess að 180 gráður og 5 millisekundur er helmingurinn af því eða 90 gráður og þá sjáum við hvar við að setja hérna stýripúlsinn það er sem sagt hérna við 90 gráður stýripúlsinn kemur það hér við 90 gráður síðan gerist ekkert inn í hvað hálfriðinu því að þá
fáum við engan púls, fáum enga spennu því að við erum bara með eina díóðu og eitt týristor, og hér fáum við hins vegar þegar að spennan verður aftur jákvæð stýripúls við 90 gráður. Og þegar stýripúlsinn kemur þá fellur öll spennan frá spennugjafanum, hérna spennan inn, yfir álagið. En fram að því þá byggist upp spennan yfir týristorinn. Þannig að ef við leggjum þessar kurvur tvær saman, þá sjáum við í rauninni bara alveg eins og spennuna inn. Þá fáum við aftur spennuna inn. En í byrjun, á meðan við fáum ekki púls, þá byggist spennan yfir týristorinn. Svo þegar púlsinn kemur hérna, þá færist spennan frá týristornum yfir á álagið sem er þessu tilfelli pera. Og síðan þegar að spennan fellur hérna niður í 0, að þá verður engin straumur lengur í gegnum peruna, heldur þá byggist upp spenna yfir týristorinn og að hann er að hindra strauminn á þessu tímabili þegar að spennan er neikvæð, og hann heldur áfram að hindra og það byggist upp spenna yfir hann, týristorinn, þar til við fáum næst stýripúls inn á stýriskautið. Og þá fellur spennan aftur niður í mjög lága spennu yfir týristorinn, svona það bil kannski 1,5 volt, það bil það, en öll spenna, nánast öll spenna spennugjafans færist yfir á peruna. Svo það er svona, döft ljós á perunni, eða allavega ekki mjög sterkt ljós á perunni. Og svona gerist þetta kolli á kolli, og hér fellur engin spenna yfir peruna, heldur fellur neikvæð spenna yfir týristorinn, og hann hindrar, þannig að það verður engin straumur í rásinni. Þannig var sem sagt tímadæmi 3, og þá segjum við þessu lokið.